Já, komið sæl. Það mjög hlý loftmassi sem streymir nú hérna upp með strönd Portugal og í átt til Bretlandseyja og við komum nú til með að njóta eitthvað af honum og það verður kannski ekki í mjög miklu mæli en þó nóg til þess að hititölurnar hjá okkur verði vel yfir frostmarki næstu dagana og við sjáum hérna hvernig þessi hlýi loftmassi hann svona sleikir hérna landið og síðan nú ekki að sjá annað en að það séu svona fleiri svona hlýir loftmassara á leiðin til okkar og við komum væntanlega til með að njóta þeirra einnig svona í næstu viku. En þessi fylgir mjög mikill lægðagangur og eins og spár að leggja til að þá verður svona cirka 1 lægð á dag hjá okkur næstu dagana og það eru skilin frá næstu lægð sem nú að fara yfir landið í nótt og það má búast við að verði hvöss austanátt sunnanvert landið og mikil rigning sunnan og vestanlands en þetta gengur nú svona hratt yfir og síðan fáum við nú næstu lægð til okkar á föstudaginn og síðan ein lægðin á laugardeginum. En ef við kíkjum aðeins á hvernig lægðaþróunin verður núna í nótt að þá vaxandi austanátt sunnanvert landið og gætist nú slegið í storm í nótt svona hér og þar og það verður talsvert mikil rigning bæði á suður og suðvesturlandi í nótt og síðan einnig austanlands svona þegar líður á nóttina. En þetta gengur nú nokkuð hratt yfir og seinni partinn á morgun nú gert ráð fyrir því að það verður farið að létta verulega til og farið að sjást mjög við til sólar einkum landið vestanvert, sunnan og vestanvert. Það nú gert ráð fyrir að það verði nú einhverjar skúrir svona vestanvert landið fyrirluta dagsins seinni partinn ætti nú að vera orðið alveg þurrt hjá okkur og það hlýnandi veður eins og við sjáum hitatölurnar víða 7-8 stig og gerir ráð fyrir því að það sláum nú jafnvel einhvers staðar yfir 10 stigin. En síðan kemur á föstudaginn að þá fáum við næstu lægð upp á landinu og það nú gert ráð fyrir því að hún mun nú koma hérna fyrst upp á austurströndinu og síðan rennur hún sér hérna inn á vesturströndina og það nú ef við lítum síðan á svona hvernig Íslandskortið lítur út að þá verður svona austlæg átt á landinu úrkomusamt hérna sunnanvert landið en svona þurft hérna norðan til allavega svona framan að deginum og hitatölurnar áfram yfir frostmarki þó að það sé nú svona aðeins farið að draga úr hlýjendunum. En síðan fáum við næstu lægð í áttina til okkar á laugardeginum og kemur lægðin hérna inn á Grænlandshafið, skýlin ganga síðan hérna inn yfir landið með talsvert mikilli úrkomu og eins og spátnarnir að leggja til núna að þá mun þessi lægð ganga síðan norður á landinu og það verður því sunnan og síðan suðvestlæg átt á landinu og gæti orðið nokkuð hvasst og talsvert mikil úrkomu í þessu og hitatölurnar nú svona ennþá á því bilinu að þetta verði rigning á láglendi en gæti nú kannski orðið slitta eða snjókoma til fjalla. Og á sunnudeginum að þá fer nú svona aðeins að hvað við segja að vindur að snúast aftur til suðvestlægri áttar og byrja að rigna hérna suðvestanvert landið þegar að næsta lægð kemur upp á landinu. En það verður sem sagt ansi blautt hjá okkur næstu dagana hver lægðin á fætur annari en svona á morgun allavega seinni partinn að þá ætti nú að verða fínasta veður á landinu, talsvert hlýindi og jafnvel gæti orðið nokkuð sól hérna einkum landið vestanvert. En við skulum segja þetta gott að vera í bili. Verið sæl.